Arkitektúr og hárgreiðsla eiga það sameiginlegt að byggja bæði á hönnun og útliti. Í vinnu sinni notar hárgreiðslumeistarinn klippingu til að ná fram því formi hann sækist eftir. En hvert hlutverk góðrar klippingar? Elsa Haraldsdóttir leitar svara hjá Alexander du Paris. La coupe joue un rôle dans la chevelure, vous voyez. Si les cheveux sont dégradés sur toute la tête, ils donnent la vérité à une forme que l'on peut inventer différemment. Une forme peut descendre et une forme peut monter. Alors, la coupe, c'est le premier rôle important de ce qu'on veut traduire. Et aujourd'hui, on a appris aux femmes que sans coupe, elles ne peuvent pas avoir les grandes lignes modernes qu'on a créées. Elles peuvent avoir des coiffures, c'est vrai, mais elles ne peuvent pas avoir ce qu'une coupe donne comme principe et facilité pour se coiffer. Alors, depuis 1925, on a cherché justement à savoir quelles seraient les plus jolies formes pour donner à la tête, qu'est-ce qu'on donnerait à la tête pour embellir. Qu'est-ce qu'on pourrait donner? Est-ce que... Et on s'est aperçu qu'il y avait des miracles. Oui. Certaines formes apportent une tragédie nécessaire que la femme recherche, et d'autres formes au contraire qui sont simples, accueillantes et qui conviennent bien au tempérament. Par exemple, votre coupe de cheveux, ça, c'est une forme qui est le contraire de mademoiselle. Mais elle a autant de charme. Et c'est une question d'intelligence, c'est une question de langage, et c'est une question de vérité. Parce que si vous ne dites pas à la femme, Madame, je vais vous faire une coupe et je vais vous transformer de cette façon-là, la femme, elle aura peur. Mais si on lui explique, voilà, cette saison, on coupe les cheveux qu'on peut mettre en avant, en arrière, très amusant, vous allez être une femme heureuse, alors elle accepte la coupe. Et la coupe, c'est la définition de la coiffure. Tvö náttúrublóm, ég og þú, óspillt og hrein, sek og flekkuð. Loftið spennt af óljósri tilhlökkun og duldum hryllingi. Æðarnar þýtur sóttheitt blóð. Þú ert heit og villt, auðmjúk og krefjandi, með grænan loga í augunum. Þau bála í nóttinni, augun þín grænu, speglast í nóttinni eins og stjörnur í djúpi. Ó ferska blóm, ég teyga þína angan og síg þitt hunang í blindri áfergju. Hinn vitfirta ást mín kveikir í myrkrinu, brennir myrkrinu á altari sínu og ég stöppi blóði á logan.
náttúrulega meirihlutin af vörunum sem frammi náttúrulega til að selja viðskiptavinum. Það alls konar tegundum af sjampúum, næringum og gel og froðu og allt mögulegt. Svo erum við líka náttúrulega með permanent og lit og skólum og allt mögulegt sem við notum í hárið. Til þess erum við nú að læra hárgreiðslu til að selja þessar vörur rétt, setja rétt í hárið og það er einmitt það sem hefur oft komið fyrir að fólk hefur farið í búð og ætlaði að kaupa sér vörur sem eru kemísk efni sem að jafnvel ófaglegt fólk selur og þannig að þá hafa skeið kannski mistök sem að við lendum svo í að laga. Ég myndi nú ekki mæla með að hver sem að nota þessi efnum. Fyrst og fremst þetta náttúrulega efnin sem dæmis í lit sem aflita hár og við þurfum náttúrulega vissa þekkingu sem við erum búin að fá í gegnum árin á þessi efnum til að geta nota þetta. Það dæmis til að aflita hár og notum við náttúrulega efni sem spesbúið til fyrir að aflita hár og permanent, við þurfum náttúrulega að kunna inn á þessu permanent og þetta tekur tíma að læra inn á þessu efnum. Fyrirtækin vilja meina það að þau get ekki lifa án þess að vera á hinum stóra markaði þannig að þá eru þeir með ódýrari vörur sem þeir selja í raunverulega nafni þessara vara sem eru dýrari sem við seljum. Þannig að við mælum kannski með þessu merki og þá heldur og fólk reyndir að það sé að kaupa það saman út í búð en það er gífurlegu munur þar á og maður finnur það bara ef maður tækir 2 glös og prófaði þetta í dag og annað á morgun þá finnur maður munin þannig að það er langbest að fólk fá bara reynsluna af því. Það oft sem fólk ef við nota á sterkt sjampó að þau rauð og eiginlega hársvörðin illa farin og líka með endunum á hárinu og þetta bara típist dæmi að þau nota of sterkt sjampó og það oft að þau með kláða í hársvörðin út af því þau nota of sterkt sjampó og þá erum við náttúrulega með línur, professional línur sem hægt að nota við þessu vandamál. Við erum með fyrir viðkvæmar hársvörð, þurr endar, illa farið hár, flösur, feitt hár, djúpnæringu og allt mögulegt sem við getum redda okkur með. Hitaveituvatnið það er frekar sterkt vatn ef við förum út í pH-gildi vatnsins og þannig að hárið okkur verður þurrara þá þurfum við að nota meiri næringu og við þurfum að passa vel áður við setjum til dæmis permanent í hár að setja jafnvel vörn í hárið fyrir permanenti því að það hárið verður svo opið af vatninu. Vatnið opnar hárið, þannig að það er viðkvæmara. Svo náttúrulega annað vandamál í okkur í dag, það er silikon sem komin í gel og alls konar sjampúum sem selt í vörumarkaði. Við erum mikið með silikon. Silikon leggst utan á hárinu og við lendum þá í vandræðum þegar við erum að setja permanent liti að hárið tekur ekkert við. Við þurfum að hreinsa hárið áður við notum það. Þetta orðið svolítið vandamál í okkur í dag. Anna Þóra kennslukona og kennir hún yngstu nemendum í Ísaksskóla. Í samvinnu við frækna hárgreiðslumeistara var kannað hvaða möguleikar væru fyrir hendi að útfæra hár og stíl á mismunandi vegu. Hrönn Helgadóttir, hárgreiðslumeistari, sýnir listir sínar og segir frá. Það sem ég hef hugsað mér að gera við Önnu Þóru að klippa hárið í millisít með styttum í hnakkanum þannig fæ ég meiri hreyfingu í hárið. Ljósa strípur koma mjög vel út í þessari klippingu með því að setja kastaníubrúnt glanskol yfir þannig að birtan leiki fallega það. Og síðan hárið blásið með stórum bursta þannig að lyftingin verður góð og það hreyfist fallega.
Ég hef hugsað mér mína útfærslu þannig að hún sé þægileg fyrir Önnu Þóru að eiga við sjálfa, til dæmis þegar hún fer til vinnu. Jæja, Laufey, núna er ég búin að setja í því rúllurnar. Já. Og ég ætla að losa þær úr þeir núna. Já. Búin að vera að blása þig og það sem þessar rúllur gera, þær gefa þér fallega lyftingu og svona nýtt útlit sem er, þú hefur ekki notað áður. Og það sem því að þú hefur alltaf verið með frekar bara slétt blási hár. Og skipt til hliðar og skulum við reyna að breyta svolítið til og nota rúllurnar. Og ég tala nú ekki þegar þú ert að vera spennandi fyrir það því nú ert þú að fara í þessa keppni til Tyrklands, er það ekki? Jú, það er rétt. Já. Og þannig að þú kannski verður að bjarga þér svolítið sjálf við að laga þér hárið á móti. Já. Og hefur kannski ekki hárgreiðslu fólk á dagkveðin að laga þér hárið, þú verður að vera pínur. Já, því miður. Og og það sem að þú þarft auðvitað að vera klára á því hvað þú ætlar að gera við hárið þitt úti sem sagt. Já. En þú sér hvað þetta gefur bara svona létta lyftingu. Og það sem við þurfum líka að kannski að laga og eða þú þarft að læra er að þú verður að kunna að meðhöndla það í sólinni því að þannig verður mikil sól. Jú. Og þú verður að nota gott sjampó fyrir meðhöndla hár. Já. Eða lýst hár. Og eins verður að vera með næringar. Já. Og eins og núna ætla ég að setja vax í þig, svona bara til að gefa svona létta eða svona pingulítið svona teinað útlit. Já. Og það vaxið, þú skalt hafa með vax út því að þá geturðu nýtt það eða nýttir það í þegar þú ferð, til dæmis vilt hafa slétt hárið og vaskreitt. En hvernig líka er þessi tilfinning? Mér finnst þetta bara mjög smart. Ég fíla mig bara vel svona. Það ekki bara? Jú, mjög fín, svona öðruvísi. Já. Þannig að þú getur bara haft, dregið hendurnar í gegnum línuna. Já. Svo auðvitað, þú verður að tala ekki um mig í öllum þessum ef þú ferð í auglýsingar, myndatöku eða hvaða nú er, að geta kannski lagað eitthvað á þér hárið sjálf. Því það er ekki alltaf hárgreiðslufólk til staðar. Þannig að það er gaman fyrir það að geta þá hugsað hárið þitt sjálf. Þannig að ég myndi reyna að koma mér upp svona einhverjum rúllum og hvað sem það eru þessar rúllur eða karmerúllur eða eitthvað þvílíkt. Því að þú þarft að það er svo gaman að geta breytt til. Já.